Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við að forvitnast nýja þáttaröð sem farin í loftið hérna á stöðinni, Aftur heim. Og hún komin til mín, Ásthildur Ómarsdóttir, velkomin. Þáttarstjórnandi, dagskrárgerðarmaður og bara sá yngsti á þessari stöð, ekki satt? Hárrétt. Sú yngsta. Sú yngsta. Og það svolítið tengingin eða ekki við þessa þáttaröð. Þið unga fólkið að hvetja annað ungt fólk til að kíkja heim kannski. Já, þetta í rauninni, ég og Skúli erum í þessu og við erum bæði yngstu dagskrárgerðarmenn hér. Ég 20 og hann held ég 27. Já, svoleiðis. En já, þetta búið að vera mjög spennandi. Já, ekki bara einn þáttur farin í loftið? Einn þáttur farin í loftið, annar á leiðinni. Það var Vopnafjörður, ekki satt? Og vil svo skemmtilega til bara, það var svo ótrúlega mikið að gerast á Vopnafirði að við þurftum bara að gera 2 þætti. Já, ég skil, það eru 2 frá Vopnafirði. Já. Svo margir komin heim þar. Já, það var ekki nóg að gera bara einn. Nú komu líka allir svona svipum tíma, mjög áhugavert, sko. Og getur eitthvað fest fingur að hvað það sem að veldur því að fólk ákveður að fara aftur heim? Sko, það náttúrulega bara mjög mismunandi. En við bara tekja eftir því að, þú veist, það eru svolítið svona fordómar fyrir því að fara aftur á svona landsbyggðina eða þannig. Og ég meina ég sjálf finn fyrir því þó að ég sé alveg upp og fædd á Sauðárkróki að ég var samt svona, þú veist, þegar ég fór á Vopnafjörð þá var ég svona, ok, þú veist, hvað er á Vopnafirði, skilur við, hvað er fólk að gera hér? Hvað er fólk að gera þar? Sem er ótrúlega skrítið að segja frá. En síðan mætti ég þarna og ég í alvörunni, sko, ég sagði við kærastan minn bara ef við einhvern tímann eignast börn, þá var ég alveg til að búa á Vopnafirði. Að því að Vopnafjörður er frábær staður. Það er bara ótrúlegt. En börnin það að vera einhvers konar svona faktor í því? Það er svona, ég held að sé hjá flestum að svona, þú einhvern veginn tengir góð hlut við æskuslóðina og þú svona einhvern veginn, ég held að breytist eitthvað þegar eignast börn, sko. En ég veit það ekki sjálf. En þú getur samt alveg hugsað að flytja þarna án barna, eða hvað? Já, jafnvel, að það er bara svo frábært fólk þarna og bara, ég meina, það er ekkert alltaf bara af því að maður hugsa borgina, þá hugsa maður það er svo margt að gera þar, en það er ekkert endilega alltaf það, þetta kemur held ég alltaf, sko, frá haustnum og þú þarft svolítið að svona finna út hvað þú gerir og ég meina bara ef þú átt til dæmis börnuna, eins og við sáum með fólki sem var þarna, áttu börn og bara farið bara út og hoppið á einhverjum hoppið belkanna bara og gerið það sem þau vilji. Það er ekki einhvern veginn svona, nei, þú veist, umferðin eða eitthvað. Akkurat, þetta svolítið svona. Og svo, þetta líka kannski bara alltaf þessi forgangsröðum, að búa í borginni, búa á höfuðborgarsvæðinu, hafa aðgang að þessu framboði öllu saman, en svo kannski maður ekkert alveg að nýta sér það. Akkurat, ég held það nefnilega líka. Það er líka einn punktur. Já, og við erum líka svona, þú veist, fólk sem að velta þessu fyrir sér. Þú veist, Vopnafjörður var fyrsta sveitarfélagi sem að tók að skarið með þetta, með okkur. Og við erum svona pínu bara svona að segja þeim sem að er í þessum pælingum, hvað er að gerast heima, skilur við, akkur ættir þegar maður er stundum svona, ætti ég, nei, veit það ekki, þú veist, veit ekki hvað framboð er þarna, er hægt að finna sér vinnu þarna, er hægt að gera eitthvað þarna. Við erum svona pínu að sýna þeim það. Það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3. Fólk þarf svolítið starf við hæfi í sína menntun. Akkurat. Og svo er mjög gott ef það er með börn að það sé eitthvað úrræði fyrir börnin. Ég sá hana þátt, sko, það voru allir mjög ánægðir með þetta. Og söknuðist kannski eitthvað aðeins kannski að fjölbreytileikin í frambúðinu fyrir afþreyingu fyrir börn hefði mátt vera meiri kannski. Það var svona einhver einn punktur. Já, sem sagt í eins og til dæmis íþróttum. Já, þú ert kannski ekki með allt litrófið þar. Nei. En samt. Já, en ég meina fullt. Já, og fólk gerir það sem það getur auðvitað og þetta verður auðvitað svona, þú veist, ég meina allir þekki alla og bara ég var þarna í viku eða rétt tæpa og mér leið svo ég bara þekkti alla. Þú fann að heilsa bara öllum í kaupinu? Já, þú veist, ég meina, fór í GOC daginn og ég sá bara, heyrðu, þarna er skólastjórinn sem ég hitta á Vopnafirði og þarna er þessi frá Vopnafirði. Svona, já. Magna. Og þetta var sem sagt annar af 2 þáttum frá Vopnafirði sem þið eru búin að sýna, ekki? Og eru svo, máttu eitthvað nefna sveitarfélögin sem eru svo væntanlega, er það bara allt að gerast? Það er allt bara í bígerð. Í vinnslu? Já. Veitið þið hvað þetta verða margir þættir? Ekki so far, en þetta byrjar á þessum 2 og svo sjáum við bara til hvernig þetta þróast. Af því að það eru örugglega mörg sveitarfélög sem að vilja fá ungt fólk til sín. Akkurat. Nýtt blóð.
Akkurat, og líka bara, þú veist, ég meina, ungt fólk og bara fólk yfir höfuð þarf fyrirmyndir. Það bara þannig. Og ég held að sveitafélög séu svona smátt að fatta það að þú getur ekki bara verið þarna. Þú verður að segja hvað þú hefur og hvað að gerast, sko. Var þetta ekki fjölbreytt svona bakgrunn fólksins sem að þið töluðu við? Það var hérna tónlistakennari eða tónlistamaður sem að fór að kenna. Já, og hann mitt eins og hann sagði, hann fór bara að læra, ég meina, hann kunni held ég aðalega á gítar, og svo bara mætti hann þarna og hann venjulega, þú veist, þá ferðu bara í eitt starf. Þú þarf bara að gera þetta. Já, en þarna þá var hann bara, heyrðu, það enginn sem að kann, sem ég að vinna við, sem kann á þú veist básúnu eða ég maður ekki hvað, og ég ekki bara læra það. Já, einmitt. Bara, jú, gerði það. Já. Þú veist. Þannig að maður þarf líka að búa sér svolítið til. Klálega, og ég held líka, þú veist, ég meina, eins og presturinn á staðnum, hún bara eiginlega svolítið ný, hún kemur bara þarna og hún bara skapar fullt af einhverjum, hún bjóð til einhvern viðburð þarna, þú veist, það bara, það er svo margir möguleikar. Já, og kannski á svona litlum stað er auðvelt að láta hluti gerast, það eru kannski ekki flóknar boðleiðir. Klálega. Og einhvern veginn nærð fljótt til allra, það er bara hægt að gera ýmislegt. Klárt mál, sko. Það er bara þannig. Heyrði, það var bara frábært að heyra aðeins af þessu aftur heim og við bara einmitt hvetjum fólk til að bæði kíkja þættina og ef það er einhver að spá býtum við langar svolítið aftur heim og Höfn í Hornafjörð. Akkurat. Aðtögu kannski hvað er hægt að gera þar? Já, og það er hægt að finna þættina á heimasíðu N4 sem er svona búið að endurskapa. Já, hún er ný og fín. Ný og fín. Auðvelt að nálgast þættina þar. Akkurat, og svo eru þau líka inn á YouTube og Facebook og svona hana. Allstaðar. Þeir eru allstaðar. Heyrðu, við hlökkum bara til að sjá næstu þætti aftur heim og gangið vel og takk fyrir að komið spjall til mín. Takk fyrir það, gaman að koma.